Elmar, það eru Haukar Já. heima í 8. úrslitum í bikar. Ríkjandi bikarmeistarar. Sigurður bróðinn var að sjálfsögðu með bikarmeistaraliðinu í fyrra en þú ert svona að koma nýr inn í þetta lið á þessu tímabili. Hvernig líst þér á þetta allt saman? Ég er bara spenntur. Haukar eru búin að vera góðir núna seinasta leiki og þetta verður alvöru leikur, býst ég við. En það verður skemmtilegt að fá að taka þátt í ef við komumst aftur alla leið. Ég fá að vera partur af því. Þokkalegasta Haukatengingin hjá föðurvinum, þér og erum ekki minnst hjá bróðinum kannski? Jú, á okkur. Samt sem áður. Það getur að vera gaman að fá uppeldisfélagi. Jú, það hefur verið skemmtilega að fá það á útvöldi en það er þá heimavöllur fyrir okkur Sigurður og pappa líka sko. Já. En Keflavíkurliðið svona virðist vera á vopnum sínum eftir að hafa verið svona upp og niður í byrjun tímabils. Leikmannabreytingar og meiðsl og fleiri hlutir. Hvernig er stemmingin í Blúhöllina? Stemmingin er mjög góð. Ég held að hún sé betri en hún var eftir að við gerðum leikmannaskiptingar. Já. Og svo er ég líka búinn að vera meiddur en það er gott að sjá þá vera að standa sig svona vel og það verður erfitt að koma inn og fá mínútur á pappa. Þannig að því er ekkert að vera pappastrákur lengur. Nei. Eins og ég segi, eru að vinna einhver leiki og farið vantilega, þú veist náðu að vinna Tindastóll tvisvar síðustu helgi og hljótið að vera bara svona svolítið bjartir fyrir það sem að koma skal. Er þetta hópurinn ykkar? Já, þetta er hópurinn okkar og við erum náttúrulega kemur undir Stjörnunni í kvöld og það er allir bara mjög peppaðir í þann leik. Það eru held ég allir sem að vilja vinna Stjörnuna núna. En þá með bikarinn, ég held að ef við erum peppaðir fyrir Stjörnuna þá erum við líka peppaðir fyrir bikarnum sko. Þú persónulega, hvað langt í að þú? Ég fekk grænt ljós á að fá að hjóla í gær. Þannig ég veit ekki, ég er bara skynsemi og þolinmæði er ekki í orðabók hjá íþróttafólki. Þannig að það er það sem ég þarf að vera núna og ég stefni á einhvern tímann í janúar. Kærar þakkir Hilmar og gangi ykkur vel. Takk.